Við erum hérna í Langabúri í miðbænum á Akureyri sem ný matvöruverslun en kannski ekki svona hinn dæmigerða matvöruverslun. Já, við erum með sem sagt vörur beint frá býli og smáframleiðendum og heimavistu aðilum og opnuðum hérna 5. desember í jólaösinni og þetta hefur bara gengið alveg vonum framar. Hvernig datt ykkur þetta í hug? Hvernig kom þessu hugmyndu? Þetta nú búið að vera hugmynd í nokkur ár að það væri gaman að fara í það að stofna smá verslun með beint frá býli. Þetta hefur verið svona áhugamál okkar undanfarin ár og svo það nú stundum þannig að tilvílanir í lífinu þær fá mann til að framkoma eitthvað. Guðni er búinn að vera að vinna síðustu 20 árin. Já, upp í MS sem mjólkurfræðingur og sagði upp vinnunum sinni og þá var eiginlega bara lag að pröfa og byrja. Þið opnuðu hérna á aðventunni í jólatrafikkinni. Hvernig er búið að ganga? Það bara gengið alveg ótrúlega vel. Við svona kannski áttum okkur ekki, við bjöggumst alltaf við að yrði kannski eitthvað svona trafík til að byrja með, bæði jólamánuðurinn og þetta svona ný verslun, en við svona áttum okkur ekki hvað þetta var rosalega mikið. Við fengum svo mikið að beiðnum gjafakörfur, þannig að við vorum hérna mætt 5 á morgnana að útbúa þær. Þannig að viðtökurnar hafa verið mjög góðar og fólk er almennt bara mjög glatt með þetta og framtak okkar og við vonumst bara til þess að við getum bara bætt í og kannski fjölgað vörum þegar líður á vorið og sumarið. Hvað er það svona sem í boði hérna hjá ykkur? Við erum með ýmislegt og eiginlega alveg ótrúlega marga vöruflokka með við fermetrarými, ef hægt er að segja svo. Við erum með osta frá Erpsstöðum sem að Guðni kannski útskýrir aðeins. Já, við erum með hérna nokkrar tegundir af ostum frá Erpsstöðum sem að vill svo skemmtilega til að ég geri sjálfur. Ég fer 1 til 2 helgar vestur í Dali í mánuði og bý til osta og fæ þar alveg bara frjálsar hendur, en þetta ég hef búið til eitthvað sem ég ekki búið til áður og þá bara má ég það. Þannig að við erum með osta frá þeim og eins líka skýrkonfektið og stundum eigum við líka sveitaskýr frá þeim og brodd og rjóma. Og svo erum við með kjöt, nautakjöt og frá Kaffi Kú, við erum með lambakjöt frá Hellu í Mývatnssveit, einnig silung og reyktarvörur frá þeim líka. Við erum með pilsur frá pilsumeistaranum í Hrísategi í Reykjavík og svo erum við með fullt af svona sultum og söltum. Við erum með sultu frá Hallónstað og strandaber og við erum með mísudrykkin fræga frá Íslandus og svona já, eitt og annað bara sem að við erum með. Við erum með geit, við erum með kanínu. Þannig að það er svona, og ís, við erum með mikið úrval ísi, bæði frá Holtseli og Erpsstöðum. Og saltið frá Saltverk. Já, þannig að það er svona, kennir ýmsa grasa hérna. Er mikil eftirspurn eftir þessum vörum, þessu sem svona beint frá býli? Já, það hefur verið að aukast, finnst mér undanfarin ár. Maður finnur það líka bara á vinahópnum og kunningjahópnum. Fólk vill vita meira hvað það er að borða, hvaðan það kemur og að vara sér hrein. Og svo náttúrulega líka bara sér maður muninn. Hvort sem maður er að steikja beikon eða hakk eða það er ótrúlegur munur hvaðan hakkið eða beikonið er að koma. Maður sér það mjög augljóslega á pönnunni. En þessi úttalega svona smáframleiðendur sem eru kannski einmitt margir með vörur hér, nóg tækifærum fyrir þá til þess að koma vörunni sinni á framfæri? Já, þetta er að fjölga þessum svona litlum verslunum sem að selja vörur frá þeim og ég held svona tækifærin sé að aukast. Það eru líka flestir framleiðendur komnir með svona litla verslanir heima við og ég veit að trafíkin yfir sumartíman er rosalega mikið á þessum stöðum og það er svona, ég held að þetta sé bara svona dálítið óplægður akur og geti vaxið meira og sé að gera það og við lítum á okkur líka sem svona bara sem kynningaraðilar, bara kynna þetta fyrir fólki. Við svona tölum dálítið mikið hvaðan varan er að koma og segjum fólki frá því
og við erum með hérna skjávarpa hjá okkur, þá erum við með myndir frá framleiðendum, þannig að það skapar oft skemmtilegar umræður og fólk fær þá gætvel áhuga kannski næsta sumar þegar það í sumarfríinu að kíkja heim til bændana og versla bara beint við þá. Og svo eru líka margir bændur náttúrulega með bara vefþjónustu við viðskiptavini, þannig að þú getur farið inn á vefsíðuna þeirra og panta kjöt ef þú kaupir það ekki hjá okkur. Og svo þetta orðið vinsælt líka hjá ferðamönnum með því? Jú, þetta nýtur mikilla vinsælda hjá ferðamönnum og ég veit af til þess sérstaklega með erlenda ferðamenn að þeir leita svona uppi. Því að erlendi ferðamenn eru líka að sækjast eftir upplifun, að fá að kynnast einhverju sem er svona sem þeir kaupa ekki bara í stórmörkunum í Íslandi. Þeir vilja fá eitthvað sérstætt, eitthvað svona uník og þeir leita dálítið upp þessa staði, beint frá bílstaði. Og þeir líka ber út orðspori, maður veit að því að útlendingar eru að spyrja gagngert eftir ákveðnu vöru sem þeir hefur lesið erlendis. Þannig að tækifærin eru mikil og fyrir þessa eingrein. Og við ætlum ég ætla að fá að smakka eitthvað hjá okkur. Já, endilega. Ekki? Erum við að búa til aðeins hérna bakvið líka, eins og til dæmis kúluskít, sem að lítur út eins og kúluskíturinn sem á að vaksa í Mývatni. Hann er sem sagt mjúkostur með reyktum silung og dilli. Má ekki bjóða að smakka? Jú, takk, alveg endilega. Og borðum við þetta bara með skeið? Sko, sumir fasta viðskiptavinir, við erum til dæmis með einn fasta viðskiptavin og hún borðar þetta með skeið, en annars er þetta fínt á bara keks og brauð. Já, ok. Sérstaklega rúgbrauð náttúrulega. Þetta lítur ekki út eins og ostur, svona grænt. Já, ok. Það er gott. Svolítið öðruvísi, eitthvað nýtt. Já, þetta er svo brauð með ost og reyktum laxi. Nákvæmlega.